Góða kvöldi. Verið hjartalega velkomin á þessa jólaskemmtun SRB og RB. Já, við ætlum að vera með svokallega fjarjólaskemmtun hér í kvöld. Það hefði sannarlega verið gaman að hafa alla hérna í salnum þó hann sé kannski ekkert rosalega stór en við verðum að láta okkur þetta nægja þessu sinni. Við viljum þakka Binna og skvísanum í eldhúsinu kærlega fyrir að hafa staðið sveitt í eldhúsinu í heila viku og ég vona þessi að njóta matarins bara í þessum töluðu orðum. Já, ég trúi því að einhverju séu komni langt ofan í rauðvínsflöskuna og ég vil nú ekki vera að bleima neitt eða segja neinn nöfn en mér finnst líklegt að lögfræðideildin sé allavega að verða búið með flöskuna. En já, ég vona þessi að njóta matarins og vona sömulegis að þið muni njóta tónlistarinnar hér í kvöld. Það er kannski eitt sem við þurfum að þakka líka fyrir, það er bara frábæra mætingu. Og kannski líka þakka skemmtinefndinni og Brynjari fyrir að setja saman þessa stórglæsilegu dagskrá. Já, og þökkum Alli fyrir að koma hérna og nenni að standa með mér og halda áfram að þakka eða? Já, getur þakka bara öllu RB. Já, við erum óbúslega glöð að fá að vera hérna með og fá að vera svona í beinni útsendingum. Við líðum svo sjónvarpsstjörnu. Brynjar var eitthvað stressaður, við bara með einn mæk að ég myndi yfirgnæfa. Já, en ég held að þið hafi ekki sest fyrir fram á sjónvarpið til að horfa á okkur í kvöld. Ég held þið hafið fengið nóg af okkur nú þegar. Þannig að ef við ekki bara segja góða skemmtun og njótið þið vel í kvöld. Og drekki nóg. Takk fyrir okkur. Takk. Það er nefnilega það. Góða kvöldið, kæru gestir, RB og verið velkomin að viðtækjunum. Heldur betur, það er hátíð í kvöld, hátíð í bæ. Pétur heit ég og með mér hann Hörður Bjarkarsson, við köllum okkur Tjörnes og fáum að sinna því dásamlega hlutverki að vera kynnar, hóstar. Við ætlum að leiða svolítið sjóið hjá okkur í kvöld. Ég vona þessi að njóta vel, mér varst þetta athyglisvert að hún sagði að það voru viku að útbúa matinn, ég ætla að vona að hann sé ekki bara skemmtur. En skál í boðinu. Þetta er bara stórgóð veisla, við ætlum að fylgja ykkur með smá skemmtun, fjarkvissi eins og þetta kallast í fjarheimum. Og við ætlum að vera svona duglegir við að koma inn á milli atriða og þið ættu að sjá ef þið opni öll workplace í símunum, annari tölvu eða slíkt, þar er komið rafrænt svarblað sem þið opna núna og hafa opið í gegnum allt streymi því að við ætlum að spyrja spurninga í atriðunum okkar. Réttið það. Það er mjög mikilvægt, það er hátíðmi inn í sjónvarpinu og svo bara í tækjunu hefur við Google Fonts og allir í stuði. Allir í stuði, það er nefnilega dálítið svoleiðis en Pétur, það var svolítið skemmtileg saga að segja að alveg þangur til í morgun, þá hélt Pétur að við erum að fara, hann sagði við mig, ég er svaka RB-maður, bara nú, hvernig þá? Allar að segja þetta. Nei. Hann hélt sér að við erum að fara að spila fyrir RB-rúm og það var að segja, ég fekk fermingarúmið mitt í RB og Nei. Það er reiknistofa bankana. Halleluja. Halleluja. Skál í boðinu. Það ættu að vera að koma með rafræna svarblæði og ef við förum örlítið yfir leikreglunar þá þurfum við að hafa svarblæðið skrá nafn starfsmanns eða tengiliðs. Já, helst bara fullt nafn. Það er oft svona djóknöfn í gangi, gummi flip og eitthvað svona. Við skulum bara hafa alveg nöfnir svo við vitum hver er með svarblæðið við förum yfir. Og ekki ít á submit fyrir en bara í lokin þegar við segjum ykkur að ít á submit. Við erum að fara að setja ykkur í próf. Það er svolítið svoleiðis. Já, en eigum við þó ekki bara að fá fyrstu spurningu upp á skjáin. Við ætlum að leika þriggja laga sirpu og spyrja einfallega hvað eiga þessi 3 lög sameiginlegt. Ég er svo spenntur. Erum að fara að byrja þetta. Já, það er líka aðvent á sunnudaginn, mástu? Hann er mikill aðventur strákur. Og það er verið að nefna streyma með okkur í kvöld og vera að sjá hér bæði ljós, hljóð og stuðið. Og til að gera þetta verulega. Góðu gestir, góða skemmtun í kvöld. Þangað til. Þangað til. Við erum að spyrja hvað eiga þessi lög sameiginlegt. Hlustið, njótiði og skál í boðinu.
lag nummer 1. Við erum að spyrja hvað þið er samanlegt, þá kemur lag nummer 2. Já, ef þið komið seint inn þá er það svarblað á Workplace sem þið eru að sækja. Við erum að spyrja hvað er þessi lög sameiginlegt. Þetta er 3. lagið, Pétur. 3. lagið. Nú hlustið vel. Heldur betur, hörður. Það er ekki að vera almennilegir svona, já, fólk þarf að vinna eitthvað í fjarkvissi. Jú, er ekki bara, við skulum í næstu innkomið á komið og sínum velunin, en það er til mikils að vinna. Úlala. Og á eftir munum við, já, líka freista gæfunar að fá smá myndir frá okkur, en nánar það síðar, við ætlum að fá spurningu 2 upp á skjáinn. Og þetta er bara myndagáta. Já, það er flæði í þessu, hörðu minn. Það er flæði. Þetta er svolítið, ég vil meina að þessi myndagáta sé ansi einföld. Já. Þetta er setning, þetta er einföld setning. Á íslensku, kannski verðt að taka það fram. Já, það er kannski svona enskar tilvísanir þarna. En þetta er, við erum að spyrja íslenska setningu. Já, sko... Þetta var svolítið gott, sko. Ég fattaði þetta ekki alveg strax. Nei. En það er oft svona puff sem þú færið bara. Ég heyrðu, ég veit hvað þetta er. Og það er eitt sem gefur svolítið upp hana. Við ætlum ekki að fara út í það. Nei, það er eiginlega margt. Þetta er bara frekar einfalt. Þannig að, sko, eigum við ekki bara að láta þetta dálítið ganga. Eitt pro-tip fyrir ykkur sem er ekki alveg komið með þetta. Leynitrixið, þá má taka mynd af skjánum og gefa sér smá tíma í að hugsa myndagátuna, því að við ætlum að halda góðu flæði í þessu og skella 3. spurningu í gang, ekki satt, Pétur? Nú er ég... Þá ætlar þú að fara á... Sko, má ég sjá, svona, og 3. spurningin er þess eðlis að við ætlum að spila jólalag og þetta er svona, við ætlum að ræja þetta jólalag og þetta er svona eins og þegar amma er komið inn á 3. glas á seríinu að þá ræjar hún allt og við ætlum að taka svona ömmu útgáfu af hérna ræ, sko. Og þið ætlum bara einfallega að segja okkur hvað heitir þetta jólalag? Þriðja spurning, skál í boðinu RB. Þetta er ekki RB Rúm, Pétur, manstu? Það er einhvern veginn svona. Ræ, 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 ræ. Ræ, 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 ræ. Ræ, 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 ræ. Ræ, 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 ræ. Ræ, 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 ræ. Þetta var einföld spurning. Já, ég var að taka þetta einu sinni.
bara svona létt. Hratt. Ræ, 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 ræ. Ræ, 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 ræ. Ræ, 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 ræ. Ræ, 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 ræ. Ræ, 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 ræ. Halleluja. Það er nefnilega það. Nú ættu allir að vera komnir inn í prógramið. Já. Við erum búin með fyrstu 3 spurningarnar. Þið ítið ekki submit fyrir en í lokin. Heldur betur og það er nóg eftir góða gestir og við ætlum ekki að vera að babla hér í allt kvöld hins vegar, þið er ekki í stöðugu prófi að þreyta það. Heldur erum við komin með alveg frábæra artista á svið. Jú, þetta er engin önnur en Sigríður Thorlacius og með henni er Guðmundur Óskar og þau ætla að leika fyrir okkur fagra og ljúfa jólatóna, já, í bland við almenna skemmtun. Já, þannig að hallið sætinu aftur, sækið poppið örbylgjuna, skál í búðinu. Gjörið þið svo vel. Jú, komið sæl, gaman að vera með ykkur, eða sem sé vita af ykkur. Við ætlum að spila fyrir ykkur nokkur lög og byrja á einum Elvis-slagara. I have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't mean a thing if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. Oh, you'll be doing alright with your Christmas of white, but I'll have a blue Christmas. Start hurting. Oh, you'll be doing alright with your Christmas of white, but I'll have a blue Christmas. I'll have a blue Christmas. Takk. Og þó að við séum hér á jólakvöldi með jólaskraut og
jólaljós. Þá ætlum við að lauma inn einu lagi sem ekki jólalag en á vel við í rokki og snjó og það eftir Megas. Kvöldin eru kalt leynd út á nesi. Kafalt spilur ylur æðurlæg. Kalinn á með kaffortið á bakinu. Kem ég til þín segjandi með hæð. Spáðu í mig, þá mun ég spá í þig. Spáðu í mig, þá mun ég spá í þig. Nóttin hefur augu eins og fluga og eflaust sér hún mig þar sem ég fer. Heimurlega á þeim funda fela flöskuna og mig í hendi þér. Spáðu í mig, þá mun ég spá í þig. Spáðu í mig, þá mun ég spá í þig. Finnst þér ekki Esjan vera sjúkleg og Akrafjalli geðbilað að sjá? Ef ég bið þig að flýja með mér til óndúrmann, þá máttu ekki hvá. Spáðu í mig, þá mun ég spá í þig. Spáðu í mig, þá mun ég spá í þig. Spáðu í mig, þá mun ég spá í þig. Spáðu í mig, þá mun ég spá í þig. Þakka ykkur fyrir. Við ætlum ekki að kveðja ykkur á, ég á þessu gargi, heldur að svona ögn hátíðlegri nótum og við ætlum að enda hér á fallegu lagi eftir hann Gunnar Þórðar sem fjallar drunga í desember. Takk fyrir okkur og njótið kvöldsins. Drungi í desember, dagskíman föl, svo skelfing lítið en myrkrið svo magnað og myrkrið svo kalt. Þá kvikna kertaljós og kvikir fætur tifa á halódrós sem frelsara fagnað. Þá færist líf í allt, þótt úti öskri hríð, allt verður bjart og hlýtt. Það alls staðar tónlist hýr og fín sem ómar undur blítt. Líða fer að jólum og hátíð fer í hönd. Líða fer að jólum og hátíð fer í hönd. Glóandi í gluggunum, glöð ljósin víta burtu skuggunum. Allir gott nú gjörir, en gleymir sút og sorg. Áður svo auð og köld, upp ljós
Ljómast borgin nú með bílafjöld, fótatak og fjöri sem fyllir stræt og torg. Þótt margir finni frið og fari við gæfun á mis, þá lífgar samt upp og léttir þungt skap, líflegur ís og pís. Líða fer að jólum og hátíð fer í hönd. Líða fer að jólum og hátíð fer í hönd. Líða fer að jólum og hátíð fer í hönd. Líða fer að jólum og hátíð fer í hönd. Takk. Já, það munar ekki minna. Það greinilegt að aðvendan á næsta leiti og ég komin í bara Ég er fínan. komin í dásamlegan jólafíling, Hörður, og svo erum að horfa hér á snjókornin falla hér í Gullhamrum. Gullhamrum, Ah, það sem allt verður á gulli, meira svo snjórinn. það er rétt. En ég vona að þið séu að hafa náðugt heima í stofu. Það er allavega hlýtt og gott inni hjá okkur. Já, og fínt að blanda alls konar stuð og stemningu. Við erum búin að hefða mjúk atriði og við ætlum að fara smá í glaumgosa stuð. Já, glaumgosa stuð. Þannig að er það ekki bara nýyrði? Jú, en nú ætlum við að halda áfram með Google Forms linkin eða svarblaðið. Já, og við erum að fara í aðra liði, skemmtilega liði núna framundan. 4. spurningu, góðir gestir. Og já, er þetta ekki núna að fara að vera svolítið spennandi? Jú, ég held að fólk sé svona komið aðeins með svona hvernig þetta virkar. Já. Þannig að, já, spurning 4, eigum við að fá, erum kannski komin upp á skjáin, eigum við að fá hann upp á skjáin. Nú ætlum við að birta 4. spurningu og fyrir dálitlu síðan þá kom skemmtileg frétt á Öldu ljósvakans, Pétur. Réttu það. Og hún allavega fangaði okkar athygli af því að okkur fannst hún að sé skemmtileg og það birtist mynd með fréttinni með skemmtilegri fyrirsögn. Við ætlum að birta núna 4 fyrirsagnir. Já. Og ef við ekki bara fá þær, má ég sjá, upp á skjáin og ætlum að segja hver þessara fyrirsagna passar við myndina og hvaða fyrirsögn Er rétt. ja, er rétt. Var byrt. Er það A, jólabókaflóðið er hafið, B, stefnir í metor í netverslun, C, Kristi er glæný netverslun með kvenfatnað eða D, Gylfi Þór býst við hörkuleik. Já, sko, mér finnst kallinn á myndi svo helvíti krútt. Hann er svo vinalegur. Hann er vinalegur. Já. Og ég hlakka til að fólk er að svara hvað. Já, þið horfið á þetta og rýnið í þetta. Ég var að taka eitt, má ég sjá. Ég var að taka eitt svona, henda okkur. Sko, tengjum aðeins, sko, snjórinn er fallinn, svona að fá okkur svona... Nei, við ætlum aðeins, það er ennafnilega svo miklir jólagosar hérna. Er það? Í kvöld, já, við erum náttúrulega, ef við ekki að fara, við erum í dansk, Já, ég var að tengja við snjóin, svona dansku snjór, sko. Já, hann er náttúrulega ekstra dansku, hann er ekstra dansku. Dansku, þetta er svolítið eins og þeyttur rjómi, eða eru þykk snjókotn? Ja, Hvernig segir maður? Det er flødeskum. Ja, det er flødeskum og rugbrød og grøn særmand. Ef það er ykkur dönsku sérfræðingur á núti, þá, þið með endilega... Kenn okkur smá dönsku. Herðu, sjáum til. Eitt lag hérna. Each morning I wake up alone. For too long I've been on my own. You seem to feel my heart and mind. The greatest love that I could find. Love that I could find. Oh, I never ever let you go. Though you hurt my
be the same since you left me lonely. So please come back to me again. Var þetta bara svona fínt? Nei, ég var að taka stelpur. Jú, taktu stelpurna. Fáum stelpurna til að syngja með Stelpur, nú þurfa að hjálpa mér hérna. Tilbúin, 3, 2, 1 og... These last days I've been down and blue. I wonder if you miss me so. You seem to feel my heart and mind. The greatest love that I could find. Love that I could find. Oh, 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 I never ever let you go. Though you hurt my feeling, you bring back memories all the time. I never ever be the same since you left me lonely. So please come back to me again. Mjúkur, endaði svolítið mjúkt og skemmtilega. Þetta var bara eins og smáköku baksturinn. Herðu, við erum heldur betur í fjórðu spurningu og við erum einfallega að spyrja A, B, C eða D og það ein fyrirsögn rétt, hinn eru bara algjört bull sem við bulluðum og við förum kannski yfir þær aftur. Er það A, jólabókaflóðið er hafið, B, stefnir í metár í netverslun, C, Kristi er glæný netverslun með kvenfatnað eða D, Gylfi Þór býst við hörkuleik. Já, það er ákveðin svona kontrast þannig í þessum fyrirsögnum en ég held að við erum búin að undirbúa ykkur vel núna, nú eru allir komið þetta á hreint og ef við ekki fá bara næsta lið upp á skjá og nú þurfum við ekki að nota Google Forms eða svarblaðið heldur nú ætlum við að fá ykkur til þess að pósta myndum inn á Workplace og ef við fáum upp á skjáin mynd nú sjáum við mynd af okkur og við ætlum að fá ykkur til þess að tína saman þessa 4 hluti sem við erum með á myndinni. Það eru jólaskraut, kert og spritt og sólgleru eða gleru og bara því fleiri hluti sem þið hafið þeim mun líklegri eru þið til að vinna. Og frumleiki, 1, 2 og 3, dómnefndin það er nokkri dómnefnd sem fara yfir myndina. Þetta er að vera skemmtilegar, frumlegar og já, fleiri hluti því betra. Hver er dómnefnd? Dómnefnd, það er Bogi Ágússon. Já. Hver var hinn? Elín Hist. Elín Hist, já það er bara fréttadeildin. Svo er hérna... Randver Þorláksson. Randver, já. Alveg rétt. Þá er það komið, en þetta verður gaman. Nei, það er hérna, dómnefndin, hún kemur ekki fram undir nafni. Nei. En við tilkynum svo úrslitin úr spurningaleiknum á morgun og veljum bestu myndirnar. Þannig að ef þið með endilega setja myndirnar inn á þráðinn á Workplace og þið getið tekið ykkur smá tíma, fundið þessa hluti til. Já. Og einmitt gaman að virkja fólkið á heimilinu til þess að taka þátt og þeim mun flippari sem myndin er, þeim mun fleiri hluti sem þið hafið, þeim mun líklegri eru þið til vinnings, ekki satt? Já, jú, heldur betur. Bónusspurning er bara að þú fær bara beint vinning ef þú ert með rétt þar. Þannig að þetta er gasalega skemmtilegt. Þetta er gasalega skemmtilegt. En við eigum ekki bara að taka eitt létt lag. Já, og meðan nú er fólk vonandi heima hjá sér. Fara nú að finna hlutina, taka mynda sér, finna stellinguna og svo þarf að pósta henni, kannski setja eitthvað filter. Við vitum það ekki, hashtagið. En tökum, ef að taka eitthvað sem... Já, ég ekki taka bara hérna, dóldi. Jú. Við þurfum að vera smá svona balans við jólastemmingun og það er vissulega aðventa á sunnudaginn, er það ekki? Fyrsti aðventu? Alveg. Við ætlum að vera svona hóflega mikill kontrast við jólaálfana sem koma hérna á eftir okkur. Heldur betur. Þetta verður spennandi. Tökum smá hérna. Já, bara eitt gott svona eins og af því það er föstudagskvöld og þetta er svona dálítið gítar og bassa sing-along stemming. Bara skál í boðinu. Skál í boðinu, góði gestir. Vonandi eru einhverjir að hlaupa heimilinn og taka mynd af því að það er til mikils að vinna og við kynnum vinningana hérna rétt á eftir. En nú tölum við bara í stuðið. Rétt. Við. Þetta er nefnilega Egill Ólafs. Ég var að fá einn Egill Ólafs. Já, Toyota, betri bíll og aðra góðar förur. Ég er á vesturleiðinni,
á heiðinni á 110, ég má ekki verða og sitt. Syngum með! Það verður fagnað mikið vegna opnunar fluggrillsjoppunar, svo ég fór og pantaði borð fyrir einn. Ég frestaði stöðugt að fá mér starf, síðan síldin hvarf, enda svo litið latið til vinnu en hefða samt góð. Konun að fíla það mæta vel, allt flestar að ég til ég overbóhem og dreifist af blóð. Syngum með, 1, 2, 3. Mannsteinn giftir mér, Ég man ekki eftir þér. mikið lítur vel út baby, frábært hár. Mannsteinn giftir mér, hvar ertu búin að vera öll þessi á? Hvar ertu búin að vera öll þessi á? Hvar ertu búin að vera öll þessi? Þetta er Palli ár. Ég. Og það eru brjálu fagnalæti. Nú bara gerum við svona, við fengum ekkert klapp, fá við ekki klapp inn í stúdíónu. Það er klapp í stúdíónu, góðir gestir, alla leið í Gullbrá. Það er hérna tæknileg og... Palli komst þarna smá inn í lokin. Já, Þýr æði sjáumst. Nei. alltaf bara, það er alltaf kveðja, sko. Það er alltaf kveðja eftir. Heyrðu, við erum sem sagt í liðinum Finndu hlutin og þið þurfið sem sagt að finna 4 hluti, fleiri því betra, frumleg mynd. Ef þið er erfitt að muna þetta, þá munið bara hérna einhvernarorðin, kert og spil, kert og spritt. Þetta er svolítið, nei, þessi var alveg... Þetta er alveg hræðilegur, takk fyrir mig. Jóla! Sko, það kom einhver! Við fengum hérna látur. Kert og spritt. Það er kert og spritt og jólaskraut og sólgleru. Þannig að þetta er stemning og þetta gengur fyrir vel, hörðu minn. Já, ég ekki bara fá næstu spurningu og nú þurfum að hafa hlekkin kláran, rafræna spurningaformið ekki satt. Því það er komið að... Ef ekki bara fá myndin upp á skjáin, þetta er svokölluð andlitsblanda. 7. spurning. Og við spyrjum einfallega hvaða 2 einstaklingar mynda þessa andlitsblöndu. Þetta er skemmtileg kása. Já, þetta er góð samsetning. Skemmtileg andlitskása. Andlitskása. Og sko, það er 90% með rétt. Já, ef maður er svo hérna... Hann vinur Boga í setti, við erum alltaf að tala um Boga Ágúst, hann er eitthvað nættanlegur. Já, kostninga... Já, hún er vissulega að samfylkinginu komin fram úr. Ég er svona tölfræðigæinn, sko, þannig að 90% er oft með þessa myndagátu rétta og hún er kannski ekki alveg einföld, en halló Hannes, allir í stöði. Það er stemning í húsinu. Já, og eins og við segjum að þá eru svona... Næstu gestir að gera sig klára. Já. Við eigum þó eftir að þið sjálfsögðu að klára þessa spurningu og áður en við hleypum næstu á svið þá ætlum við að spila fyrir ykkur 7. spurningu og minnum á triksið að taka mynd af myndagátunni. Ef þið eru ekki að ná að halda í við tíma þá er að gera að taka mynd af skjánum. En ef ekki við ætlum að spila núna 3-laga sirpu. Hárrétt svar. 3-laga sirpu og ef ekki að fá, þetta er 7. spurning og við ætlum að spila auglýsingastef. Við ætlum að spyrja auglýsingastef og við erum að spyrja 3 stef sem eru notuð auglýsingum og þetta er annarkvort fyrirtæki eða vörumerki. Já. Og til þess að fá rétt þá þarf að hafa allt þrennt. Já, heldur betur. Heyrðu, við keyrum bara í þetta. Kemur eitthvað svona Sjalalala Verður allt í lagi Allt í Það verður allt í lagi Allt í Það verður allt í lagi Allt í Það verður allt í lagi Og þá er það númer 2 Það ber sig allir vel Úti séu stormur og ég Allt í góðu inni hjá mér Lífið gott sem betur fer Það bera sig allir vel Þótt úti séu stormur og ég Þá lífi ljósið inni hjá mér Lífið gott sem betur fer
Þetta var stef númer 2. Við erum að spyrja hvert vörumerkið, hvert fyrirtækið. Já. Stef númer 3. Hlustið nú vel. Ekki að flauta þetta bara. Erfitt að flauta með svona... Ef að taka þetta hratt. Rúlum hratt Við erum að spyrja fyrirtæki, vörumerki. Verður allt í lagi. Og svo allt í. Það verður allt í lagi. En að breyta því RB. RB. Það verður, sé hvað þú gerir þarna. Allt í. Það verður allt í lagi. Allt í. Og svo hérna. Það bera sig allir vel. Þótt úti séu stormur og él. Allt í góðu inni hjá mér. Lífið gott sem betur fer. Og þriðja og síðasta stefið í spurningu 6. Við erum að spyrja vörumerki eða fyrirtæki. Það svona 3, 2, 1, 2, 3. Amen, halleluja. Þannig var það, þetta var skemmtilegt. Ég finn lykt af góðum glaumgósum. Glaumgósum eða sprelligósum, Sprelligósum. jólagósum. Jólagósum. Já, þeir eru stemma til beigða í ár, jólasveinarnir. Það ekki? En það eru komin góðir gestir á svið sem ætla að heiðra okkur með nærveru sinni. Pétur, hverjir eru komnir? Jú, mikið rétt hörður. Jóhann Hansen og engin annar en Jónsi. Þetta eru algjörir töffara sprelligósar og það er komið samkeppni, hörður. Það er komið samkeppni. Já, þeir eru í jóla... Þeir eru eldri en við. Þeir eru eldri en við. Þeir eru búin að lifa lengur en við. Þannig að við, góðu gestir, bara vona innilega að þið séð í stuði, skál í boðinu. Skál í boðinu. Og okkur er ekkert að vanbúðuna, hörður, en að bjóða næstu og, ef ekki segja bara keppendur. Nei, þetta eru að sjálfsögðu frábærir tólistamenn Jóhann Hansen og Jón Jósef Snæbjörnsson. Gjörið svo vel. Takk fyrir. Það eru meiri sprelligósarnir. Já, þeir eru ágættir. ágættir. Þeir ætla að fara með tjúnerinn, ætla að lána okkur að... Já, kannski það verður gott að fá tjúnerinn akkurat. Já, þú verður að tjúna þig á. Þú ert náttúrulega pípandi falskur. Ég er alltaf falskur, þú veist. En hérna, hvað með grímuna? Þú mátt kannski útskýra fyrir mér. Já, sorry. Já, ekki slasa þig? Nei, sorry. Já. Þannig er ég. Ég var líka að fá mig harfiskaleiðin hinga. Varst að fá þér harfisk, já? Ógeðslega andfull. Það er ýmislegt maður uppgöfur sjálfan sig þegar maður komið með grími á sig. Ertu búin að prófa að fá þig mentól, svona brjóssykur og skella síðan grímun á þig? Það er alveg skellulegt, maður verður alveg blindur. Það er viðbjóður, algjörlega. Ég fekk mér mentól svona daginn, það var ekki gott, svo ég spýtti þetta úr mér og það endaði náttúrulega bara allt í hér. En já, mér finnst þetta athyglisvert og sérstaklega, já, þessi litir, ert þú með eitthvað svona flottan lit? Lit? Já. Nei, ég reyna að finna eitthvað sem að bara festist á eyrunum á mér, það er reyna. En hérna, sko, þú sagði mér að ég ætti að mæta. Já. Svona fínt klæddur. Þetta er wow, flott, já. Ég veit ekki hvort að fólk sé sjá mig, en hérna, Jökvann sagði mér að ég ætti að mæta í færíska þjóðbúningnum. Já. Og ég gerði það. Gerir þú? En ég ætla í svona, með því að hugsa fyrir svona hvað sem eru, samvestnorrænu samstarfi. Já, þakka þér fyrir. Þetta er mjög erlend. Þá kom ég með grænlenska þjóðablómið í leiðinni. Er þetta ekki eitthvað sniðugt? Ég held að þetta sé nýja lúkið. Og það er gott að við með Skandinavía hreinum. Er þetta ekki... Þú sagði mér að þetta væri færiski þjóðbúningur. Þú sendi mér svona. Mér finnst bara að þú hefur alltaf í mín augum verið jólasveinn og mér fannst það bara, þetta kjörur tilfæli. Þakka fyrir. Tækifæri til að láta þetta bara vera þar. Akkurat, já. Það eru kalda kveðjur, en eins og þið skiljið hafið engar áhyggjur. Það verður ekkert ofbeldi í þessari beinu útsendingu. Það byrjar allt saman bara leið og þá við erum búin að slökkva, sko. Já. Það kostar aðeins meira, sko. Man getur kefst að sér aðgang að þessu. Nei, krakkar fyrirgefið, þið erum bara heima í rólegheitunum og við ætlum ekki að vera passiv-aggressiv hérna. Við ætlum að spila skemmtileg lög. Þannig að við vorum bara að kynningu og kynningar komið sæl, ég heiti Jónsi. Já, og ég heiti Jóhann Hansen. Og við ætlum að spila fyrir ykkur nokkuð skemmtileg lög. Já. Er það ekki?
Og, það ræða, ok? Nei. Sko, þú með eitthvað óskala? Hvað svona þitt uppáhaldsjólalag? Bara, þú veist, sko, fyrst við vorum að fá fyrstu almennilegu læðina yfir landi, þá finnst mér að við ættum að tala snjókollin sem að fagna. Falla. En býta aðeins, segðu eitthvað fallandi, ég þarf að losa mig við tyggjóð mitt. Ertu með tyggju ennþá? Varst þú aldrei í skóla þar í Hafnarfirði eða hvað? Maður mætir ekki með tyggju á fremsta bekk. Ásakið, fyrirgefið því sem er heimasettið. Bara ef ég kemur aftur með tyggju þá verður bara að drekka meira. Já, endilega. Skál. Já, skál í búðinu. Mér finnst mjög gaman að skála við ykkur Íslendingar. Þið er svo ótrúlega duglegar og flotta fyllibittur. Já, sérstaklega stelpunnar, þær eru æðislegar. Mér finnst þér ákvæmlega líka ágættur í hófu. Það var nefnilega oft sagt við mig að kannski átti ég smá vandamál með áfengi þegar ég bjó í Færeyjum, svo flutti ég hingað til Ísland og var rosa vennileg maður hér og þess vegna er ég hér ennþá. Akkurat. Þú getur drukkið alveg töluvert og það heyrir enginn neitt mun á því hvernig þú talar. Mitt? Já. Og yfirleitt kunna allir Íslendingar færeysku eftir 3 bjóra. Já, og svo kunnum við finnsku eftir 4 viðbútt. Já. Algjörlega. Ég ætla ekki að fara út. En eigum við ekki að gera það sem við vorum beðnir að gera og ráðnir til þess að gera? Ég nenni ekki að fara að syngja. Það veit allir að kunnum einhver veginn að jódla. Já, ég vil bara senda ykkur kassettinu á eftir. Er það málið? Við tökum það upp, sendum ykkur upptöku. Svona, spilum gilhjónum. Ok. Þú varst að hita upp. Ok. Snjókorn falla á allt og alla, börnin leika og skemmta sér. Nú er ástíð, kærleika og friðar, komið er að jólastund. Já, vínir hittast og halda veislu, borða saman, jólamat, gefa gjafir. Fagnar sér í ljósins, syngja saman, jólalag. Á jólaball við höldum í hönd, ég ætla að kyssa þig undir mistiltein í kvöld við kertaljósins lag. Götur ljóma, söngvar óma, gömlu lögin, syngjum þá, bara jólin. Væru aðeins lengri en hve gaman væri þá. Á jólaball við höldum í kvöld, ég ætla að kyssa þig undir mistiltein í kvöld við kertaljósins lag. Plötur hljóma og söngvar óma, gömlu lögin, syngjum þá, bara ef jólin væru aðeins lengri en hve gaman væri þá. En hve gaman væri þá. En hve gaman væri þá. Takk fyrir þetta. Takk fyrir kella. Þá, sko, við erum aðeins búin að undirbúa okkur með grænlenska þjóðablóminu og færeysku þjóðbúningun og svoleiðis og núna ætlum við að prófa, sko, við þurfum smá aðstoð líklega á salnum en við ætlum að spila fyrir ykkur lag á japanskt hljóðfæri sem ég kem með hér og við ætlum að biðja ykkur að giska á það í kommentum. Er ekki rétt að séu komment í boði? Jú, segja þessi kátu krakkar sem eru hérna ég ekki bara kommenta á þau. Þetta þú bara segja eitthvað. Heyrðu, ég veit hvað lag þetta er. En þú veist hvað lag þetta er. Já, akkurat. Takk fyrir. Ég ætla þá að sækja hljóðfærið og ég ætla að biðja ykkur sem að fylgist með kommentunum að segja þegar rétt svar kemur og þá kannski fá að segja það í mikrofónin. Þú veist, nafnið á einstaklingnum og hvar hann býr og hvað hann er með í meðalaun. Nei. Já, emmi. Og símanúmerið hans? Skóstærð og hvað hann er búin að höra oft á Hvannadalshnjúk. Á Hvannadalshnjúk? Ég veit það ekki, ég sagði bara eitthvað. Ég ætla að segja Jómfrúna eða eitthvað, en Hvannadalshnjúk. Það er bara einhver svona jólaálfur sem biður það. Svo látt ekki svona. Herðu? Jæja, herðu, þá kveikjum við á þessu. Gaman að sjá að þú tókst drullusokki með heimanum frá. Hann er byrjað strax, býtu, ok. Aha. Að ég spila, ok. Já. Þú ert með hljóðfærið þitt. Já, en ég þarf að koma fyrir, býtu. Ég
Ég skal taka eitt hring, þú veist, hugsa tónan. Þess má geta. Þetta tekst kannski ekki. Prófum þetta aftur. Já, og Þetta svo. Bubba-lag. Er enginn að giska á þetta eða? Eða er bara starfsmannafélag að stríða mér? Já, nú bara, já, sko, svo verðum við ekki jarðaðir, tónlistaferillinn og annar ferill, þá held ég að við ættum að hætta með þetta. Eru svör úr salnum? Það er engin svör úr salnum. Þetta, já, við vitum að það er díli, það er allt í þessu fína lagi. Ekki láta mig spila þetta einu sinni enn. Nei, ég er að hugsa bara að syngja það, eða svona að taka kórusin í þessu. Já, þú ætla að gera það. Ok, já, ég er tilbúin, bara bæta inn í einhverju. Herru, ok, við tökum svona 2, 3 Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Byrja eftir það bara, þá. Vá, já, ertu ekki... Mér líður illa. Hvað varstu búin að æfa lengi á þetta? Ég tók Í þriðja kvöld. stíð á þetta. Þetta er vel gert. Hérna, viltu ekki bara mæti gólskála með þetta? eða eitthvað svoleiðis? Ég held ég bara hendi þessu. Þetta heitir Automaton, held ég þetta hljóðfæri. Automaton? Automaton. Já. Og það er algjörlega hræðilegt, sko. Við ætlum að syngja eitt lag viðbót og svo ætlum við að segja hver er fyrstur að giska á þetta ágetara og ef það kemur sér í ljósa að það vil enginn kannast við það að vita hvaða lag þetta er, þráttur að við höfum sungið það, þá er klárlega aðeins og margir búin að mjúta okkur hérna. Bara svo það sé á hreinu. Akkurat. Ég er allir að fara að segja nýjan bjór í ískapnum. Já, það er sem er gott. Sem er mjög gott. Skál í búðinu. Hvert sem við eigum að horfa. Hvert eigum að horfa, má ég sjá? Þarna já. Hæ. Skál í búðinu, RB. Og njótið nú kvöldsins. Já. Ok. Ég ætla að taka eitt svona uppáhalds svona íslenska lagi mitt. Já, ok, já. Þetta er ekki beint jólalag, en þú veist, það er alltaf hægt að Við syngja getum góð sungið lög. með, við getum sungið með. Gerðu það heima. Já, gerðu þið það bara heima. Ég ætla bara að sleppa þessu. Nei, það virkar ekki. Ok. Þú reyndir að til þess að ræða við mig í gegnum tíðina ég hlustaði ekki á þig. Já, ég gekk minn breiðan veg niður til heljar við reyndu aftur ég bæði sé og veit og skil. Nú hvert sem skal ég fylgja þér. Nú hvert yfir esjuna til tónsins trúðu mér. Já, ég gekk minn breiða veg niður til heljar hér við reyndu aftur ég bæði sé og veit og skil. En það er eitt sem ég skil ekki samt með þetta lag. Þú veist, þetta er jarðfræðispurning. Já, absolutt. Ég meina, þetta er, þú veist, og hlustið á ég þetta. náttúrulega kemur frá Færeyjum og við erum með ágætis þekkingu þar á land og þjóð. Nákvæmlega. Stórkostlegt land. Þetta er stórkostlegt land og fé með mikið af fjöllun og svona, sko við, persónulega, okkur dettur ekki í huga að fara yfir esjuna. Nákvæmlega.
Algjörlega tilgangslöst. Við myndum fara beint í gegnum Esjuna. Akkurat. Er það ekki? Þannig að færiska útgáfan að syngja gegnum Esjuna. Já. Þið hafa líka bara margt eftir að læra sem þjóð. Þannig að við möttum að læra sem margt. Það er hægt að fóra göti Þið erum nefnilega undan okkur í tíma. Já, og líka bara aðeins sunnar, meira svona B-vitamínir Nú eru þið svona Tenerife. Já, það rennir heitt blóð í gegn æðaða mínar, skal ég segja það? Ég skil, ólíkt mér sem Þess vegna svo svona skrítið. tanaður líka. Ég skil, Harry. Nei, ég er búin að búa lengi í Íslandi. Akkur, þess vegna ertu svona tanaður. En við skulum taka þetta núna með gegnum Esjuna og krakkar, við verðum að syngja, ágætu starfsmenn, við verðum að syngja þetta saman. Nú hvert sem skal ég fylgja þér. Þetta er tilbúinni það? Í gegnum Esjuna til tungsins trúðu mér. Miklu flótara. Miklu meira up to date. Já, ég minn breiða veg niður til heljar reyndu aftur ég bæði sé og vei reyndu aftur ég bæði sé og vei reyndu aftur ég bæði sé og vei og skýr. Takk fyrir. Þá það nú líka kannski... Tusen takk, Skihi. Já. Nú það svo að við vitum ekki alveg hvað tímanum hefur liðið, hvort við séum búin að vera hérna í 3 mínútur eða 12 daga slétta. Við líður eins og ég er búin að vera 5 klukkutíma með þér. Er það ekki? Ertu Nei. Ok. Þannig að við ætlum að spila kannski þá... Við vitum ekki hvort það sé komið að endanum hjá okkur. Við bara föttum það þegar við erum kift í snúrun og við erum dregnir að það er svolítið þannig. Við erum mikla vanur að skemmt upp í 5 klukkutíma, svo það er ekki... Hættuðu við að biðja aukalög. Bara please, ekki klappa mikið. Já, kannski alltaf að koma upp á okkur og biðja okkur um að spila einu lagi skemur. Góð hugmynd. Það er líklegast. Ég myndi að taka eitt jólalag kannski. Já, tökum eitthvað hugljúft. Við erum búin að æfa alla flóknu hljómana í því, manstu. Ætlaðu þú að... Já, ég vil halda þér fram með þessi mjög flókið lag. Það er það. Ég held að Beethoven og Kiss hafi samið þetta. Góð blanda. Geðveik blanda. Herru, ég skal bara vera Kiss þá. Já. Ég myndi borga minn á það. Jæja, þá ætlum við að syngja. Býtu uppu. Já. Jólin aðstafa með jólagleði og gjafina. Börnin stóri standa hjá og stara jólaljósina. Jólaklukkan boðskapir bjarta framtíð handa þér og brátt á himni hækkar sól við höldum heilu jól. Við höldum heilu jól. Við höldum heilu jól. Þetta var stutt lag. Þetta er svolítið rólegt. Stafrófið mitt er ADHD, ESB. Ekki KFC. KFC? Já! Það er miklu betra, ok. En þetta er ekki spons, ég tek fram. Við skulum taka 1 fjörðlag í lokin og svo skulum við leyfa hérna nú Tjörnesmönnum að koma hér aftur inn. Það eru örgulega spurningar og margt annað að gerast og við viljum að sjálfsögðu þakka þeim kærlega fyrir og Siggu líka. Æðislega að hitta þau 2 hérna fyrir aftan okkur. Og bara yndislegt að fá að vera hér. Takk fyrir að hafa okkur jólasveina með og það er virkilega gott að komast út, skal ég segja. Það er geggjað. Fyrir okkur tónlistamenn. Við förum ekki mikið út. Nei, akkurat. Og ef þið hitta tónlistamenn á götunni, ekki vera hræddir um að helsa upp á hann út af því hann er pottet ekki með þessa veiri þar sem við förum aldrei neitt. Og svo bara muniði, þeim mun meira sem við stundum persónulega sóttvarnir, þeim mun fyrr hittumst við öll aftur. Þetta er bara þannig. Ok, Viður.
Já, ekki mál. Allt í lagi, þá bara við skulum taka eitt jólalagi Blálókin. Ég er til í það. Já. Taktu hitt sem þú einhvern tímann söngst þar. Já, sem ég sög einhvern veginn einu sinni þetta. Já, þegar ég var 17. Ég var 17, akkurat. Hvenær kom þetta lag? Þetta er 2001. 2001? Já, þú varst orðinn fertugur þar. 40 ekki, akkurat. Ég er svo óbúslega unglegur að því ég ligg alltaf með andlitið í vaselínu á kvöldin. Akkurat. Já, að vaselínu vera þar. Þess vegna er ég með svona óbúslega vaxtamiklar. Ég ætla að bakka. Ekki bakka mikið, vinir. Nei, förum. Ok. Í kvöld, jólin er að koma. 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 Aðfangadagur, ég bíð eftir jólunum spenntur. Mamma segir að jólasveinninn sé lentur og hann kemur í kvöld með gjafir handa mér. Á nálum nú ég er, því jólin er að koma í kvöld. Í kvöld, jólin er að koma. Í kvöld, jólin er að koma. Aðfangadagur, mig dreymir gjafir í baði. Mamma segir ég þurfi að þó mér með hraði. Í röðin er löng og næst á eftir mér er hann pappa flýta sér, því jólin er að koma í kvöld. Í kvöld, jólin er að koma. Í kvöld, jólin er að koma. Og þó ég þekki jólabóðskapinn, frið og kærleik hér á jörð, þá er sannleikurinn sá, ég gjafir verð að fá, því jólin er að koma í kvöld. Í kvöld, jólin er að koma. Í kvöld, jólin er að koma. Í kvöld, jólin er að koma. Aðfangadagur og ljósin lýsa bæinn. Ó, ég er búinn að bíða liðlangan daginn. Því tíminn er kyrr og nú koma þau á ný. Ég fæ aldrei nóg af því, því jólin er að koma. Jólin er að koma. Jólin er að koma í kvöld. Í kvöld, jólin er að koma. Í kvöld, jólin er að koma. Í kvöld, jólin er að koma. Takk fyrir okkur, ég heiti Jónsi. Ég Van Hansen. Gaman að sjá okkur. Já, góða gestir. Vá. Ég talaði létta keppni hérna en ég er bara lítill í mig. Það eru sigurverðinir sem eru fyrir aftan okkur. Heyrðu, Ég ekki bara gefa þeim góða klapp. Já, þetta var æðislegt. Húlala! Ég held að hefði ég haft bjór í höndinni þá hefði ég örugglega klárað hann. Já, Bara með hérna þessu 100%. lokað tónum. Það Þetta er bara var einn á bingo sko. rosalegt. Þá förum við hina sprelleika og svona. Og góði gestir, við erum komin í 7. spurningu og við ætlum að fá Það er pínu erfitt að svissa bara beint úr í kvöld jólin að koma. Ég var bara næstu ég ætlaði heima að setja upp jólatré sko. Eftir þetta og nú erum við að fara í. En já, við þurfum að gíra okkur inn í quizið, sækja aftur spurningablaði. Ég veist nú að fólk sé að loka því á milli sko. En við sáum að það voru virkilega skemmtilegar myndir að berast inn á streymið áðan, þannig að ef þið eigið eftir að senda mynd, þá er til mikils að vinna. Við erum með gjafabref og við erum með omnóm súkkulaði og ég veit ekki hvað og hvað, eitthvað fyrir alla. konur og kalla. Já, og hvet ykkur til þess að senda inn myndir, góðar myndir sem hafa komið inn nú þegar. Ég sá einn alveg skreittan í jólaseríum. Geggjumynd, og við erum búin að sjá þetta baksvið, það er alveg geggjað myndir að koma inn. Já. En ég er svo spenntur fyrir að þylja upp 7. spurningu. Við verðum að taka, Bibu. Við verðum að taka eitt lag. With this thing called love, I must get around to it. This thing called love, it just hit a thrill all night when I'm ready.
crazy little thing called love. There goes my baby, there goes my baby. She knows how to rock and roll, she drives me crazy. She get all poor people in a cocoa sweat. Gotta be cool. Þetta bara geggjað. Relax. Við komin í gírinn. Sko það sem við erum að gera, við erum að fara að tengja næstu spurningu við drottningu. Já, hún kannski komin bara upp á skjáin hjá fólkinu, það ekki? Ef þið sjáu hana, við ætlum að... Já, hún reynda svolítið, það eins og sé dönsk. Já. Hún með svona svolítið rauðan... Hún svona í dönskunni í kvöld. Já, já, Pétur, ég ætla bara að gefa þér orðið, ég ætla að bera upp... Sko, já, ég ætla nefnilega, nú þurfa að hlusta svolítið. Ég elska langa spurningar og ég ákveða að tróða einn inn í kvöld. Nú, Bretlandsdrottning heldur fast í jólahefðir. Við erum ákveðna hefð, hörðu, þú fer í árlegt jólabaðið, ekki? Jú. Með kóríander og stuðið. Já. En sögur herma að hún haldi fast í óvenjulegar jólahefðir, drottningin. Og við eins og oft áður þá erum við búin að bulla 3 af 4 staðreyndum drottninguna og við spyrjum einfallega hvaða svona árlegu jólahefð heldur drottningin fast í. Og valmöguleikarnir eru þessir. A. Á aðfangadag blæs hún kóríander kryddi yfir veislugesti. B. Hún vigtar alla þjóna konungshallarinnar fyrir borðhald í hádeginu á aðfangadag. Eða er það C. Hún bakkar 2 hringi í kringum veisluborðið áður en veislugestum boðið sæti á jóladag. Hefðarbakkið svokallað var alltaf labbað rangsælis í kringum borðið en á efri árum fór hún réttan hring. Þannig hún gafst upp bara, nei, nú er nóg komið. Já, ég er hægt að fara rangsælis. Þannig að hún ákveða að fara réttsælis núna. En er það D. Þjónar konungshallarinnar þurfa að fara í gegnum sérstak próf til að vera hluti af jólatörninni. Og það er talað að þjónarnir þurfa að fara inn í ákveðið herbergi í konungshöllinni og finna dauða flugu. Ég ætla að fara aftur yfir þetta er náttúrulega lengstu valmöguleikar í heimi, en þeir eru með þarna A, B, C og D í 7. spurningu. Er það A? Við erum að spyrja sem sagt rétta staðreynd. Er það A? Á aðfangadag blæs hún kóríander kryddi yfir veislugesti. B. Hún vigtar alla þjóna konungshallarnar fyrir borðhald í hádeginu á jóladag. C. Bakkar hún 2 hringi í kringum veisluborðið áður en veislugestum boðið sæti á jóladag. Og þetta hefðarbakk svo kallað var alltaf bakkað rangsælis en nú réttsælis á efri árum og svo er það D-valmöguleikin. En það er þjónaprófið. Þjónar konungshallar þurfa að fara í gegnum sérstakt próf til að vera hluti af jólatörninni. Þeir þurfa að fara inn í herbergi og finna dauða flugu. Og ef þeir finna hana og þá þeir örugglega good to go. Já, þetta var bara eins og ég var í þagnabindindi. Sko. Já, það var svona stafsendingapróf. A, B, C eða D. Góði gestir, þeir að standa ykkur vel. Þetta er aldeilis skemmtilegt kvöld. Og það er enn hægt að setja inn fyndu hlutin mynd inn á fyrir bónusspurninguna. Það er jólaskraut, kerti og spritt. Já, og sólgleru. Og sólgleru. Ef þið ekki alla hlutina, þá setið bara eins marga á þið getið og reynið að vera frumleg. Ég vil syngja hérna. Áður við höldum í 8. spurningu. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año bendicional. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año bendicional. Jóla. Hvað er ánægð með þetta? Og já, 7. spurning, hörður, það fer senn að líða lokum allan að svona pub quizzes. Já, af þessum hluta. Það er að koma skemmtilegar myndir inn. Ég sé að það er allir hoppandi kátir hérna í tæknistjórn og skemmtinefnd. Af því að þau eru ánægð með ykkur og við erum ánægð með ykkur. Það er gaman á þessu kvöldi. Ég verð nú að koma að því. Það er komið 8. spurning, hörður, og nú verður maður falur í lóa og okkur verður heitt í andlitið því að það er komið að óþægilegasta liðnum hér í kvöld og við erum að fara í svo kallað eftir hermu horn
og við erum svona eftirhermur, við heyrum hérna fyrir í streyminu að Hörður ákvað að henda mér í Egil Ólafs. Já, og Páll Óskar, sko. Og Páll Óskar kíkti. Hann kíkti hérna hann var aðeins fyrir í að kvöld. gæjast. Hann var aðeins að gæjast. En nú komið að því að ef við fáum bara kannski eftir hermu hotnið upp. Já, við erum komið með 8. spurningu og þetta virkar sér þannig að ef þú gefur okkur svona smá forsmekk, þetta er ekki partur á spurningunni, ef við fáum smá palla. Ok, þið eru æði og ég get ykkur í sjáumst. Þessi var svolítið hátt pizza. Já, hann er svo spenntur. Sko, hann er svo með jólastráku. Ég, já, þarna. Þið, hei, hæ, hó, hæ. Hann er svo nokkra tóntöð, hann er kannski á bensinstöðinni. Getur fyllt á bílið minn og svo er hann að hæ, þetta er Palli, þá er hann aðeins þá er hann með útvarskynningu kannski hæ, þetta er Palli, það er partí í kvöld og svo endar hann alltaf hæstu upp í sjáumst. Já, þetta er, ok, þið vitið sér að hvernig þetta virkar, við ætlum að byrja á að, þetta verða 3 eftirhermur, þið þurfið að geta allar til þess að fá rétt og það byrja núna, við erum ekki búin að pæla í þessum við erum að hita okkur upp, við þurfum alltaf að hita okkur upp. Já. Þannig að fyrsta eftirherman og þið þurfum að geta alla 3. Hörður byrjar á fyrstu eftirhermunni. Ég skil aldrei af hverju höfum þennan lið. Við verðum að hafa þetta, þetta er bara stemning. Ok. Give me a kiss to build a dream on my imagination. Jú, aðeins meira, hvað með einn og auka? I see trees of a green, red roses too. Það byrjaði hann er svo ítalsku núna. Of a green, of a green. Já, þetta var eftirherma 1. Ég þarf að pröfa eitt núna, nú ætla ég að gera eitthvað sem við höfum ekki gert í kvöld. Ég ætla að fara nær kamerunni til þess að komast í feeling. Og ég er sérst með hérna kameran og ég ætla að komast í feeling og það er númer 2 er þessi. I don't know anything about the files. This is not acceptable. I did not take this interview for granted. So I'm leaving. Það við þurfum kannski að taka fram. Þú tókst þetta á ensku. Þetta er vissulega Íslendingur. Ég held hann sé að leika eftir viðtal eitthvað sem er en við gefum ekki of mikið. Nei. En ég þarf að komast í gírinn til þess að finna hann í mér. Já. En það kom að 3. eftirherminni. 3. eftirherman, ok. Nú er ég bara of spenntur. Þannig að þið þurfa að geta. Já, 3. eftirherman, ok. Íslenska sauðkindin Dúna er engin venjuleg sauðkind en hún drekkur lakkaról og fær sér smartís í öll sín mál. Hún ólst upp á Bláskopi með móður sinni Svundu sem rekur þar bíli og er reikinn af. Herru, fá ekki klapp fyrir þennan það? Já. Herru, við þurfum alltaf, sko, af því að við erum ekki alveg svona komnir, við erum að reyna að hasta okkur völl í eftirhermu. Þetta er eiginlega bara búin að vera svona stigmagnandi, sko. Ef við ekki bara taka aftur fyrir rætti við sögu. Það er slæmt að byrja á þessum. Já. Give me a kiss to build a... Give me a kiss to build a dream on my imagination. Þetta var nummer 1. This is not acceptable. I did not take any files away from. This is over. Alltaf bara sögur. The files are over. Ég þarf að upplifa momentið. Og svo kemur hérna. 3. Íslenska sauðkindin Dúna er engin venjuleg sauðkind en hún býr á ytri Hnappafellssýslu ásamt móður sinni. Þar fær hún sér nokkuð á mótnana til þess að komast í stuð því þá er allt svo miklu betra. Það er stemning í þessu góða gestir. Nú er þessi hérna, já, þið er þess að degið að setja á svarblaði á Google Forms. Þetta er 8. spurning og til þess að fá stig út úr þessu þá þurfum við að geta á allar 3 þessar sé eftirhermir hjá okkur. Já, ég vona, það er líka svolítið erfitt. C mínus, sko. Tökum því. Þetta er ótrúlegt. Góði gestir, 9. spurning er næst senasta spurningin hérna hjá okkur. Og hvernig er allan annars stemningin hérna í húsi? Sko, já. Streyma er í stuði, það er stemning. Og hérna, við ætlum bara að fara að keyra í gang næst senasta spurningu. Viltu taka lag? Það er spurningin. Já, ef við ekki að taka eitt gott sing-along. Ég vona að þið séu að njóta vel heim í stofu.
svona þess á milli til þess að brjóta þetta eins upp. Þá skulum við taka eitt sing-along. Færð aldrei að glíma þegar ferðu á stjá. Þú átt hvergi heima nema veginum á. Með angur í hjarta og dirfskunnar mó. Þú ferð þína eigin ótróðnu slóð. Þá má RB syngja með okkur, koma svo! Vegbúi, sestu mér hjá, segðu mér sögu, já, segðu mér frá. Þú áttir von, nú vonin farin á brott, flogin í veg. Brjáluð fagnalæti heim í stofu. Já, þarna erum við. Það dálítið þannig, sko. Já, þetta góður andi hérna í Gullhamrum, sko. Góður andi. Maður svo sem þekkir það. En ég var að fá 9. spurningu. Þetta skot gengur hjá okkur og farið að síga á seinni hlutan heldur betur, Pétur. Betur, Pétur. Takk fyrir þetta. Ég hef ekki sagt þetta svolítið oft þegar ég var yngri. Já, þetta var svona svolítið grunnskóla. En já, ég sem sagt hugmyndasmiðurinn að næstu spurningu. Nú hafið verið í myndakátum og öðru slík og ég hef ákveðið að finna svona nokkuð, ekki alveg myndagátu, en við erum að taka hennar lið. Hvað eiga þessir aðilar sameiginlegt? Og Hörður bara svolítið þessu Hemmi Gunn, hann gefur öllum stig, það fá bara allir stig. Það er bara jafntefli. Það er jafntefli, að vinna allir. Það var Hemmi Gunn. Þetta Hemmi Gunn. Herru, 9. spurning, góði gestir. Við ætlum ekki að gefa alveg nógu mikið upp. Við spyrjum einfallega, á skjánum koma að birtast einhver 6 andlit og við spyrjum einfallega hvað eiga þau sameiginlegt og við ætlum ekki að fara að tala þau öll örfendi eða búi í Vestmannum. Við erum að spyrja einhverju nokkuð svona bersýnilegu? Já, svona, nei, ekki bersýnilegu, heldur frekar svona pínu sértæku, en sko það hjálpaði mér, Pétur samt þessa spurningu, senda hann á mig og ég þurfti að skrifa hana niður til þess að finna rétta svarið, þannig ég hveti ykkur til að taka blá penna, tölvu, eitthvað og horfa á þessi nöfn, þá geti svarið leynst. En býtum má ég sjá hérna, getum við fengið gjafapókan hérna, við ætlum að sýna ykkur að það er nefnilega til mikils að vinna. Getum við fengið einhver til þess að sækja gjafapókan hérna á bakvið. Það er nefnilega til mikils að vinna og við ætlum að veita verðlaun fyrir efstu 3 sætin og svo nokkur verðlaun fyrir skemmtilegustu myndirnar. Hérna kemur á aldrei sjá hvað þetta Það er ekki dama. Hér er bara gjafapóki. Hörður, farðu og kíktu við að nonni. Hvað er í pókanum, sko? Hvað er í pókanum? Það er Obbosi Om-nom-nom, sko. Obbosi Om-nom-nom, sko. Obbosínamið. Já, svona, hérna Obbosínamið. Þetta er svona eins og amma hefði sagt, sko. Hérna Obbosi-súkkulaði, það er æði, alveg. Ætti að vera til á öllum heimilum. Herru, hvað ætlar að vera lengi átt þetta? Herru, svo erum við með gjafabréf út að borða og á ROK. 12.000 króna gjafabréf á ROK. Þannig að góði gestir, það skiptir máli að taka þátt. Heldur betur. Fyndur hlutin ennþá í gangi, það er alveg bara... Fyndur hlutin ennþá í gangi og við minnum á einmitt að senda inn mynd, þá getur við unnið Obbosi-súkkulaði. Obbosi. Eigum við ekki bara að fara skell okkur bráðum í síðustu spurninguna. Þetta er bara klárast. Já, við eigum svo eftir aðeins að við ætlum að gefa ykkur svo smá möguleika á að fara yfir ykkar svör. Við tökum 3 lög og svo þurfum við að skila inn og svo bara þannig að það sé allt á hreinu að þá munum við úrslitin verða tilkynnt á Workplace fyrir en varir. Þannig að það er nefnilega dómnefndin, hún þarf að koma saman og fara yfir svörin. Þannig að, úrslitin verða ekki tilkynnt í þessari útsendingu,
en þau verða birt á Workplace. Ekki satt, Pétur? Hárrétt svar. Og ef ekki að fá fagnalæti yfir því hérna. Loka spurningin, jólin að koma. Og munum, ef þið viljið, ef þið ekki alveg komin með 9. spurning, þá hægt að taka, manstu? Leinitriksið. Spænska triksið. Herru, 10. spurning, góðir gestir. 10. spurning. Og nú erum við bara vopnaðir gítar og bassa og við ætlum að spila lagaþrennuna. Og lagaþrennan virkar þannig, þið þurfum bara að hlusta, skrifa hvað lögin heita í einni runu í 10. spurninga á svarblaðinu og enn og aftur þau þurfa að fá 1 stig með því að fá öll 3 lögin rétt. Hörður Bjarkarsson. Þannig að nú þarf að kalla alla til á heimilinu af því að þetta spannar breytt svið, þetta eru bæði nýtt og gamalt. Vekið börnin. Já, nágrannan, nei það má ekki. Nei. 3 lög, skál í bóðinu, góðir gestir, RB, mannstu ekki RB Rúm, eins og þú helst? RB Bankin. Reiknistofa bankana. Reiknivél bankana. Ok. Reiknistofa bankana. Já, ok. 3 lög, þetta, já. Takk fyrir. Það var stef nummer 1, stef nummer 2. Og stef nummer 3. Takk þetta aftur rætt. Takk, það einu sinni enn. Já, við erum að spuna 3 lög, þið þurfum að skrifa heiti lagana í reitin. Þetta var stef 1 og svo var það Þetta er stef 3. Og nú mögum við fá brjáluð fagnalæti hér beint úr Gullamrum. Spurningakvissið er formulega lokið, góðu gestir. Við erum búin að vera í Fanta Feeling og frábær dagskrá hér baki. Má sjá, ef við ekki samt að gefa þeim smá, þið getið farið yfir svarblaðið, ef við ekki að taka smá lag og gefa ykkur svona kannski, 3 mínútur til þess að íta og submit á svarblaðinu. Já, og það er mjög mikilvægt að bara fara vel yfir ít og submit og við höfum fengið svar á seinustu sekundunni og sá aðili vann. Já. Það er svo gaman í þessu. Það er svo gaman, ef ekki að því við vorum aðeins byrjuð á eftirhermunum, manstu? Þýð. Þannig að við tökum kannski frá honum. Þannig að góði gestir, áður við hættum, þá munum við fara yfir svörin, en þið verðið að vera búin að íta og submit til þess að vera gjaldgeng. Og þegar þú komst inn í líf mitt breytist ég. Þú komst við hjartað í mér. Ég þori að mæta hverju sem er. Þú komst við hjartað í mér. Yfirfara svörin og ít og submit þegar þið eru tilbúin með þau. Á diskóball ég dansaði frá cirka 12 til 7. Party. Við
mættumst þar með hjörtun okkar brotin bæði tvö. Ég var að leita ást, var að leita ást og 3, 2 og þegar þú komst inn í líf mér breytist ég. Þú komst við hjartað í mér. Ég þori að mæta hverju sem Þú komst við hjartað í mér. Ó, sem betur fer. Það munur á að vera ein og vera einmana. Gleðileg jól, ég gat ein meir, var dauðþreyttur og sár á líkama. Ég var að leita ást, var að leita ást og erbið að heyra. Og þegar þú komst inn í líf mitt breytist ég. Þú komst við hjartað í mér. Ég þori að mæta hverju sem Þú komst við hjartað í mér. Og sem betur fer. Syngið svo. Og sem betur fer, og sem betur fer, þá fann ég þig hér. Og sem betur fer, og sem betur fer, þá fann ég þig hér. Sem Pétur fer, og sem Pétur fer, og sem Pétur fer, þá fann ég þig hér. Og sem Pétur fer, og sem Pétur fer, þá fann ég þig hér. Og ekki smá palla í lókin? Æði. Það er bara eitt bara ári þessi. lokin. Æði, heyrðu. Eigum að segja, það eru 10 sekúndur og þá erum við að fara að loka á quizi. Við teljum 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ít og submit. 3, 2, 1. The voting has closed. Svo kemur Jón Óli Sand hérna inn með umslag eins og Eurovision. Við þurfum að fá hann. Hann er hættur. Já, alveg. Þetta er skemmtilegt og nú þurfum við bara að fara virkja heldur betur tölvun okkar og skoða svörin. Já, er það ekki? Við þurfum að fara, má ég sjá. Áður gerum það, Hörður, er ekki þó skemmtilega að við förum yfir rétt svör. Já, og muni, við erum með tíman á þessu, þannig að þið þurfum að vera búin að íta á submit. Ég er komin með hérna, við þurfum að fá, við ekki bara að byrja að fara yfir rétt svör, má ég sjá. Heldur betur. En fyrst vorum við að spyrja, við lékum hérna 3 lög, þetta voru að sjálfsögðu Hit Me Baby One More Time, When I'm 64 og má ég sjá, When I'm 64 og 500 miles. 500 miles, já. Í réttri röð er það We Are the Champions. Nei, When I'm 64 var fyrsta lagið. Svo fórum við heldur betur í Britney Spears og þar er Hit Me Baby One More Time og þriðja lagið 500 Miles. Og hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, það er tölustafur í titli. Eða ekki tölustafur, það er tala. Já. One More Time, hann er nú skrifað, en þetta var svona tricky. Nokkuð gott. Tricky og... Nú, spurning 2. Fáum hana og einu sinni, en þá sjáum við hérna að svarið er engin veit fyrr en Júró reynir, nei, reynir á. Þessi var ekki erfið. Nei. Þægileg og flesti menn fljótleg fyrir önnumkvæðu fólk. Rétt svar. Eins og 1944. Það er svona gangandi auglýsing hérna. Já. Hérna. Þriðja, þá vorum við að spila hérna, við vorum að Jú, vissulega þegar þú blikkar. Nei, bakkar. eins og drottningin. Já. Já, við komum inn á það eftir. Þegar þú blikkar. Þetta var, jú, þegar þú blikkar, herra Hnetusmjör og Bóhall. Rétt svar. Og þá vorum við komin að vinn okkar. 5. spurningu, hver var rétta? Við vorum hérna með netverslunina og ég veit ekki hvað og en rétta svarið var vissulega
Gylfi Þór okkar maður. Þetta svona næstu því alnafni Gylfa Þórs. Ég held að þessi sé Gylfi Þór Sigurpálsson. Þannig að Gylfi Þór býst við hörkuleik. Rétt svar. Og svo vorum við þarna... Svo var bónus spurningin, þið eru ennþá getið ennþá tekið þátt í þeim leik. Við munum svo fara yfir ásamt dómnefnd og velja bestu myndirnar og manstu, hvað velun? Það Op og Sí. Alveg rétt, Op og Sí. Og fleira gott og sjálfsögðu erum við með hérna frábærar gjafa öskur hérna frá Omnom og Rók. Já. Bónusspurningin, já. Svo kemur það númer 5, þá vorum við að spyrja 2 aðila, þessi var líka auðveld og þetta voru sjálfsögðu, ef þú myndir setja, ef að fá genamengið hérna. Já. Þetta voru sjálfsögðu Kári, Stef og Þórólfur sóttvarnalæknir. Já. Eigum við Kára Stef? Þetta genamengið mannsins. Það er svona næstu því. Já, hann er á leiðinni. Já, hann er á leiðinni. Þessi eftirherma auglýsingastef fyrirtækjana. Þá spiluðum við hérna verður allt í lagi og svo það bera sig allir vel og síðast en ekki síst flautulagið. Flautulagið á píanóinu. Þetta voru sjálfsögðu Bíkó, Húsasmiðan með það bera sig allir vel og Víking. Léttöl. Og þetta rosalega trikki, fólk man eftir þessu lögum en kannski man ekki alveg að hvað þau heitaði vörumerkið. Þannig að þetta svona trick question. Og þá komið að 7. spurningu. Það fullyrðingin, það Elisabeth og rétt svar þjónaprófið. Hún setur víst þjónana í ákveðið próf fyrir, eða the housekeeper, í ákveðið próf fyrir jólatörnina, en hún gerir einn annan lið og minnið hafi verið B-liðurinn, að hún vigtar í liðnum sögðu, hún vigtar alla þjónana en hún vigtar konungsfjölskylduna sína. Þetta var trick question. Ekki það, fólk á eitthvað almennilega að vita þetta, en þetta D rétt svar í 7. Hún setuð þjónapróf. Og svo það eftirhermahotnið, hörður, upp á sliður þinn, þar sem þú svitnar alveg. Það enginn hérna að meika okkur. Þetta var að sjálfsögðu, Louis, give me a kiss to build a dream on the files. Og þetta þá Sigmundur Davíð Louis Armstrong, Sigmundur Davíð og svo endum við á ædolun okkar. Íslenska sauðkindi Guðrún engin venjuleg sauðkind en hún ræktar tíkaspenna út við túnið haugstu við Hnappabelsýslu. Ég aldrei búin að ákveða hvað ég ætla að segja. Ræktar tíkaspenna, þetta Magnús Hlynur. Þetta átti að vera hundasúrur. Þetta hundasúrur. Magnús Hlynur var 3. Þannig að Louis Armstrong, Sigmundur Davíð og Magnús Hlynur. Ef þú eru með þetta rétt, þá er það stig í hús. Rétt svar. Þá komið að næstsegjumstu spurningunni og hvað eiga þessir aðilar sameiginlegt? Jú, ef þið hefðu skrifað nöfn þessara aðila, við erum hérna með Bubba, við erum með Pál, við erum með Línu, Dóru, Emil og Pétur. Þau eru öll personur í barnaþáttum og Bubbi byggir pósturinn Páll, svo erum við Línu Landsökur, Lína Landsökur, Dóra the Explorer, Dóra Landkönnur, Emil Kattolti og svo Peter the Rabbit, eða Peter Pan, Pétur Úlfurinn. Já, Pétur Úlfurinn og þetta þetta alltaf að gera. Svo það seinasta, 10. spurningin laga þrennan. Hún var einhvern veginn svona. Já. Þetta lag eftir... Þetta voru sjálfsög Here Comes the Sun og svo var það... Svona, já, Þetta var ABBA. Does Your Mother Know? Og svo var það Miley Cyrus, góðvinkon okkar. Upphafstefið í Party in the USA. Og þá það upptalið, góði gestir. Við viljum bara þakka fyrir þáttökuna. Þetta búið að vera dásamlegt að vera með ykkur, frábærar myndir frá Fyndu hlutin. Stemningin gríðarleg. Og ef við gefa nokkrar myndir til viðbúðar, ef fólk vil senda inn já, ef fólk í stuði, þá getur alltaf senda inn mynd. Jólaskraut, gleru, kert og sprít. Og förum varlega, við höfum fengið mynda sem að fólk hefur verið að leika sem skæri. Já. Og við skulum passa okkur á því. En ef okkur ekki vanbúin en bara að fara að kveðja og þakka fyrir okkur.
Þetta voru að dásalegt að vera með ykkur Pétur og Hörður, eða köllum okkur Tjörnes, þökkum fyrir í kvöld. Lífi RB, ekki RB Room. RB Room, streyma með stuðið, tæknimálinn alveg á hreinu í kvöld. Góði gestir, gleðileg jól, takk fyrir að fylgjast með og vonandi sjáumst við sem allra fyrst. Syngi nú með. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Nú standið upp úr sófanum. Feliz Navidad, prospero año venissima. Og svo hérna. Og gleðileg jól. Og gleðileg jól. Já, ég gæfur ítt á. Og Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año felici. Gleðileg jól! Gleðileg hátíð, kæru vinnir, farið varlega og áfram RB. Rétt. Takk fyrir okkur. Takk.